Góðan daginn og takk fyrir að koma. Ég er mjög spennt að kynna fyrir ykkur þetta verkefni, það sem að mér þykir voða vænt það og vona að ykkur finnst þetta jafn áhugavert og mér. Á þessari öld höfum við verið vitni að hröðun útrýmingu tegunda sem hægt að rekja til eyðileggingu regnskóga, loftslagsbreytinga, ágeikan tegundir og verslun á villidýrum. Oftar en ekki hefur fólk fengið sínar upplýsingar lífríki okkar annaðhvort í beinni þátttöku við dýr eða óbeint í gegnum fjölmiðla. Þrátt fyrir vinsældir dýra í þessari birtingarmynd lítið vitað afleiðingarnar sem þessi umfjöllun hefur í för með sér. Náttúruverndarfræðingar og stjórnmálamenn hafa rætt mikilvægi þess að markaðssetja dýraverndun í fjölmiðlum með hefðbundnu kynningarefni sem að miðlar einföldum en áhrifamiklum skilaboðum til almennings. Til þess að fanga athygli heimsins þurfa verndunarsinnar að nýta sér fjölmiðla sem tól til að markaðssetja dýraverndun. Það til alls kyns útgáfur af fjölmiðlum og hvert og eitt hefur haft mismunandi nálgun að sýna dýr. Heimildarmyndir eru venjulega með réttustu mynd atferli dýra og hafa þá fjallað dýrin í sínu náttúrulega umhverfi. Fréttaflutningur reynir oftar að bera saman atferli dýra og manneskja til þess að mynda persónulega tengingar við fréttirnar. Svipað má sjá í bíómyndum þar sem að dýr hafa verið aðalsöguhetjur eða illmenni og það að geta stjórnað hvernig fólk líður gagnvart ákveðnum dýrum gæti verið mjög mikilvægt þegar kemur að vilja fólks til að vernda þessi dýr. Dýraverndunar hjálptæki eða conservational tools eru skilgreind sem ákveðnar hugmyndir eða hlutir sem eru notað til að auka skilningsvirk dýravernduna aðgerðir. Fyrrum dýraverndunar vinna fólst mikið í því að mennta almenning í gegnum rit eða persónuleg samskipti. Og nýlegu vettvangur þar sem hægt að ræða merk erindi innan dýraverndunar eru samfélagsmiðlar. Þessar aðferðir hafa verið að aukast í vinsældum vegna þess að það hefur verið að ná til víðari áhorfenda og gera þessar upplýsingar aðgengilegri. Og þrátt fyrir þessar vinsældir bjóða fjölmiðlar líka upp á samskipti milli stofnanda og neytandans. Rannsóknarhópur tók sig til og setti inn mynd af köfurum að áreita skjaldbökutegund í útrýmingahættu á Facebook-síðunni sinni til að athuga viðbrögð almennings og það er myndin sem þið getið séð á hægri hönd. Þeir sáu 405% aukningu af heimsóknum á síðunni sinni og þessi færsla dróga sér athygli og leiddi til að yfirvöld fóru í málið. Hins vegar nokkru seinna settu þeir inn mynd þar sem að tígrisdýraklær voru til sölu á vestrænum markaði en þessi mynd fékk ekki jafn mikla athygli og það er hægt að sjá það hérna í rauða hringnum. Þau lögðu til að þessi mismunur í áhuga gæti hafa stafað að því að almenningur hefur ekki jafn mikinn áhuga á skammvinnu aðgerðum svo sem að koma sökudólgum til yfirvalda frekar en að hugsa langtíma dýraverndarmálefni. Hins vegar, ef við skoðum þessa mynd aðeins nánar, þá er hún ekki alveg jafn skýr og þessi til hægri, þannig að það gæti vel verið að það voru bara mistökin þeirra. En í framtíðin gætu rannsóknir leyft verndunarstofnunum að nota sínar niðurstöður til að hanna áframhaldandi auglýsingaherferðir sem þá aðlöguð að mismunandi hópum. En til þess að vekja áhuga fólks á dýraverndun hafa fjölmiðlar notað ákveðnar tegundir eða karaktera til þess að koma þeirra skilaboðum á framfæri. Þetta er kallað flöggunartegundir sem hægt er að skilgreina sem tegundir sem eru sérstaklega valdnar til að þjóna sem sendiherrar eða tákn fyrir ákveðið búsvæði, málefni eða umhverfisaðstæður. Það eru venjulega heillandi eða framandi dýr sem eru notuð til að kalla fram samúð eða umburðarlyndi gagnvart tegundum og gagnvart tegundum. En notkun þessar flöggunartegunda hafa haft marktæk áhrif á aðstöðu barna gagnvart náttúrunni. Ein rannsókn sýndi að það var hlutdrægni hjá frönskum börnum gagnvart hvaða dýrum þeim fannst þurfa að vernda. Krakkarnir áttu auðveldara með að kannast við framandi dýr frekar en dýrin í kringum sig. Þetta gefur í skyn að fólk fræðist ekki fjölbreytt lífríki, heldur fær upplýsingar takmarkaðan hóp af dýrum sem gæti leitt til þess að færri tegundir njóta verndar en þörf á. Hins vegar þarf þetta ekki endilega að vera neikvætt.
Rannsóknir hafa líka sýnt að fólk eigi auðveldara með að öðlast þekkingu á lífríki í gegnum sjarmerandi karaktera, til dæmis úr Disney bíómyndum. Og því mikilvægt að staðreyndir í þeim myndum eru réttar. Þetta sýnir að fjölmiðlar eru mikilvægt verkfæri sem getur frætt almenninginn mikilvæg málefni. Hins vegar hætt á því að þessar upplýsingar sem berast gætu verið rangar eða mistúlkaðar. En margar af þessum tegundum hafa svo einnig verið sett í manngervingu og gefið þá eiginleika til þess að auðvelda skilningu okkar á náttúrunni. Hægt var að sjá dæmi þetta í fréttamiðlum í Bandaríkjunum sem fjallaði 2 pandabirni í Washington dýragarðinum, þar sem þeir voru að sýna kynferðislega hegðun. Fjölmiðlar notuðust við orðalag sem ofta notað við að lýsa kynferðislegu og æxlunarátferli mannfólks og líka því við nútíma þjóðfélagsmál til að ýkja söguna og hjálpa fólki að tengja betur við dýrin. Þrátt fyrir að þetta myndi ákveðin tengsl milli mannfólks og dýra, þá eru þetta ekki nákvæmar lýsingar á atferli þeirra. Aðgerðir til dýraverndunar reiða sig á stuðning frá almenningi sem hefur samúð eða áhyggjur af dýrum í hættu. Þrátt fyrir að auðvelda almenningsvitund og styðja dýraverndun getur manngerving verið tvíeggja sverð. Með því að úthluta verðgildi til sérstakra tegunda sem eru félagslynd, greind eða þjáð gefur í skyn að þau dýr sem hafa ekki þessi eiginleika eru ekki þess virði að vernda og því eru þau ekki lík mannfólki á réttan hátt. Þetta gæti hindra möguleika okkar að ná 2020 líffræðilega fjölbreytileika markmið okkar vegna þess að meginathygli verður á ákveðnum tegundum, sérstaklega spendýrum og fuglum, frekar en dýrum sem eru nauðsynleg fyrir vistkerfi okkar, til dæmis skordýrum. Eitt dæmi sem langaði að skjóta inn sem er frekar nýlegt eru þvílíka breytingar sem átt sér stað eftir að BBC heimildaþáttaröðin Blue Planet 2 kom út. Í heimildaþáttunum ræddu þau ekki aðeins lífríki í hafinu, heldur líka áhrifin sem plast hefur haft á líf okkur í sjónum. Í kjölfarið af þessum þáttum hafa nokkrar mikilvægar breytingar átt sér stað. Drottning Bretlands hefur ákveðið að banna öll plasthnífapör, diska og glös í kastalunum hennar. Það aukist eftirspurn eftir heimsendingum á mjólk sem er þá í glerílátum og svo sótt og hreinsað og endurnýtt. BBC hefur tilkynnt bann á einnota plasti fyrir 2020 og einn stærsti teframleiðandinn í Bretlandi hefur ákvað að skipta yfir í plastfría tepoka. Einnig hafa öll hótelkeðjunar Marriott International bannað rör á sínum hótelum. En plast hefur áhrif á fleiri en 260 dýrategundir, þar með tali 86% af sæskjaldbökum, 44% af öllum sjófuglum og 43% af sæspendýrum. Og með því að ræða plastmengun í gegnum vinsælt fjölmiðlaefni hefur það byrjað að kynna fólki fyrir alvarleika málsins. En núna vildi ég tala örlítið rangfærslur í fjölmiðlum og sérstaklega hvað varðar simpansa, en þar sem þeir verið mjög vinsælir í fjölmiðlum og hafa verið notaðir sem leikarar eða aukahlutir í 10 ára. Simpansar eru venjulega sýndir eiga bein samskipti við mannfólk sem gæti haft þau áhrif að áhorfendur trúa því að þessi dýr eru fjölmenn og gæf. Það var gerð könnun sem að sýndi fólki mynd af simpansa, einan og aðra sem að sýndi hann í samskipti við mann. Könnunin sýndi að 30% af fólki voru líklegri til að halda simpansar voru góð gæludýr þegar þau sáu myndina simpansa í návígi við mann og 35% af þeim sem sáu sömu mynd fannst ólíklegt að þessi tegund var í hættu eða fór fækkandi. Það getur að sjálfsögðu verið aðrir hlutir sem hafa áhrif á skilning fólks verndunarsstöðu simpansa, en þessi könnun gefur samt í skyn hversu mikilvægt það er að sýna dýrin í réttri mynd, því annars gæti mikilvægi þess að vernda þessi dýr fari fram hjá fólki. Enn fremur rata þessi mynd af samskipti manna og simpansa til áhorfenda í þróunarlöndunum. Þessi skekkta sjón getur hvatt veiðimenn og smyglara til þess að halda að það meiri eftirspurn eftir simpansum og þar með aukist sölur á framandi dýrum. Og það eru til mörg dæmi þekkta einstaklinga sem að hafa átt simpansa, þar með talið Michael Jackson og apinn hans Bubbles og Elvis Presley og simpansinn hans Scatters. En það gerir þessi framandi dýr að eðlilegum gæludýrum veldur því að fólk sér enga ástæðu að vernda þau. Því mikilvægt að uppfæra þessa ímynd af simpansum sem gæludýr og auka fræðslu og efla verndun í þeirra heimalöndum.
Og þar sem dýr hafa verið mikið í sviðsljósinu, í bíómyndum alveg sérstaklega, þá hefur það skapað minnisverða karaktera. Margir kannast við vinsælustu bíómyndina eins og Bamba, Konungur ljónanna og Jaws, en þetta eru dæmi myndir sem að mestmegnis eru staðsettar í náttúrulega umhverfi dýranna. Margar dýramyndir skoða mikilvæga verndunarmálefni sem við glímum við í dag, því það gerir þau aðgengilegri og áhugaverðari. Í þessari töflu má sjá að Rio og Finding Nemo meðal annars ræða gæludýramarkaðinn á meðan myndir eins og Happy Feet fjallar ofveiðun og sjávarmengun. Hins vegar eru mörg dæmi það að það sé horft framhjá þessum málefnum. En til dæmis má nefna í myndinni Finding Nemo sem rætt ólöglegar veiðar á sædýrum og þá sérstaklega trúðufiskum. Myndin hefur greinilega áhrif á siðferðislegu afstöðu almennings gagnvart fiskum en þau sýna fiska sem tilfinningaverur. Hins vegar, eftir að myndin kom út árið 2003 hefur verið aukin eftirspurn eftir trúðufiskum samkvæmt rekendum dýraverslana. Það sást mikil aukning í útflutning af fiskum frá kóralrifjum, sérstaklega í Vanuatu-eyjarklasanum í Suður-Kyrrahafinu, sem alvarlega ógnaði lífríkinu og dýrunum þar. Þessi eftirspurn var svo gríðarleg að nemendur í Okayama Japan háskólanum þurftu að hjálpa að endurrækta villta stofna. Það stríðir á móti málefninu sem myndin reynir að miðla. Þrátt fyrir eftirspurn eftir framandi gæludýrum sé ekki nýtt af nálinni, þá er möguleiki að fjölmiðlar hafa áhrif á nútíma gæludýramarkaðinn. Fleiri myndir hafa verið tengdar við aukningu á sölu, meðal annars Rio sem var talin auka sölu á blúmukál-páfuglum og Jurassic Park jók sölu á eðlum. En þrátt fyrir það eru engin sönnunargögn fyrir því að þessi aukning í sölu er bein afleiðing af myndum, en þá er samt mikilvægt að viðurkenna það að þetta er ekki tilviljunarkennt og hefur klárlega áhrif. Hins vegar hafa myndir reynt að bæta upp fyrir stöðuna sem þau hafa verið að valda gagnvart verndunarmálefnum. Kvikmyndaiðnaðurinn hefur reynt að nota fjölmiðlaherferðir til þess að ræða vandamál framandi dýrasölu og vara fólk við afleiðingum við að kaupa ákveðin dýr. Til dæmis má nefna myndina Finding Dory sem kom út árið 2016 og var framhaldsmyndina Finding Nemo. Þá settu Disney saman náttúruverndahóp til þess að vinna með samtökum að aðstoða í aðgerðum til dýraverndunar. Disney og náttúruverndastofnanir tóku saman fræðsluefni og gáfu það út á YouTube og samfélagsmiðlum til þess að mæla gegn því að fólk væri að fara að kaupa aðalpersónuna eða Blue Tang. Það ræddu einnig þetta málefni í myndinni sjálfri og hvernig að þessi tegund getur ekki verið ræktuð í búrum og því þurfti að veiða villta stofna. Hins vegar, þrátt fyrir þessa herferð, þá sáu gæludýrabúðarekendur aukningu í sölu á Blue Tangs eftir að myndin var gefin út. En þrátt fyrir það er möguleiki að þessi horft framhjá... Hvað gerist? Nei, þetta er alveg rétt. En þrátt fyrir, má ég sjá... Allt á öðrum endunum. Svona. Þrátt fyrir það að möguleikið sé horft fram hjá ákveðnum náttúruverndarmálefnum í bíómyndum, þá þýðir það samt ekki að þessi átök hafi ekki gengið upp. Margar bíómyndir hafa leitt til aukina fjármagna, upplýsinga og verndun dýrategunda. En þar má nefna myndina Kung Fu Panda sem kom út árið 2008, þar sem aðalpersonan var pandabjörn. Þessi mynd notaði hagnaðinn frá myndinni til þess að aðstoða rannsóknir til verndunar á pandabjörnum með því að styrkja Conservation International í Kína. Rannsóknir sýndu fram á það að með því einu að styrkja pandabirni og búsvæði þeirra, þá leiddi það til verndunar á 96% af dýrategundum á sama svæði. Og þrátt fyrir að þessi styrkur ekki vegna breytt viðhorfs fólks vegna myndarinnar, heldur út af framleiðslu fyrirtækinu sjálfu, þá gefur þetta samt góða hugmynd hvað dýr í sviðsljósinu geta ýtt undir dýraverndunaraðgerðum og hvað afleiðingar það getur haft. Þar að auki hafa kvikmyndir möguleikann á að breyta viðhorf almennings gagnvart ákveðnum dýrategundum. Má ég sjá. Það má nefna hvali sem dæmi, þar sem að þeir hafa áður verið túlkaðir sem illskeyttir morðingjar og þar að leiðandi er fólk hrætt og þeir veiddir. Hins vegar, þegar myndir eins og Free Willy og framhaldsmyndir komu út á 20. öld,
þar sem að aðalpersónan var háhyrningur á nafni Keiko, þá byrjaði það að breyta ímynd hvala. En með því að gefa í skyn að hvalir séu tilfinningaverur sem ætti að virða og meta breytti það viðhorf almennings. Almenningur fór í kjölfarið að biðja frelsun Keiko í von að koma honum saman með villtum háhyrningum. Hins vegar eins og við vitum vel þá gekk það ekkert sérstaklega vel, en arfleið þessara háhyrnings hvatti áframhaldandi áhuga á þessum dýrum. Svo má nefna að eftir að myndin var gefin út þá sást aukning í hvalaskoðunarferðum allan heim. Flest hvalaskoðunarfyrirtæki leggja mikla áherslu á að fræða almenning hvali og þeirra atferli og þar af leiðandi skapar það langtíma hagsbætur fyrir hvalategundir. Í dag hafa áreiðanleg hvalaskoðunarfyrirtæki reynt að aðstoða dýraverndun í gegnum vísindastyrki. Hins vegar ekki hægt að mynda beina tengingu á myndum og hvalaskoðunarferðum, aðeins hægt að byggja þetta á eftirtekningu og aukinni aðsókn eftir að myndin var gefin út. En þetta annað dæmi þar sem ein tegund getur leitt til verndunar dýrum í kringum sig. En nú vil ég minnast á eina tegund sem við mikið fjallað í fjölmiðlum og það eru hákarlar. Hákarlastofnar hafa farið minnkandi umhverfis heiminn og 1/4 hákarlategunda eru flokkaðir sem í útrýmingahættu, bráðri útrýmingahættu eða sem viðkvæmar tegundir samkvæmt IUCN. Þessi fækkun hefur olli gríðarlegum áhyggjum allan heim yfir óvissri framtíð þessara dýra. Kannanir hafa sýnt að stór hópur af fólki hefur neikvæða ímynd af hákarlum og telja þá vera hrottaleg rándýr eða mannætur. Þessi hugsunarháttur hefur verið mikil hindrun verndunaraðgerða stofnsins og fjölmiðlar hafa haft stóran þátt í að viðhalda þessu viðhorfum. Það eru mörg dæmi að fjölmiðlar hafa verið að veita villandi upplýsingar og dramatískar lýsingar sem að leiði til þess að almenningur fær rangar upplýsingar og ýtt við þessum neikvæðu staðalímyndum. Rannsóknir skoða hlutverkið sem orðalag fjölmiðla hafði í að ýta undir uppsetningu hákarlagildra eða drumlines sem að lokkar og veiðir hákarla. Í rannsókninni greindu þau innihald fréttagreina og skoðuðu túlkun fjölmiðla á dýrum og áhrifin sem að það hafði á hugafar almennings. Þeir sáu að það var oft notast við persónugerðan og tilfinningaþrungin texta og héldu því fram að þetta gæti haft áhrif á almenning og pólitíkusa. Og hérna taflan sem þau settu saman af orðalagi fjölmiðla og hér má meðal annars sjá orðið mannæta var notað 11 sinnum, Jaws var notað 8 sinnum, morðingi 53 og meira að segja skrímsli var notað 10 sinnum. Og það fannst samsvörun milli viðbragð fólks og síðari afstöðu pólitíkusa, til dæmis þegar verið ákveðið að setja upp þessar hákarlagildrur. Þessar ranghugmyndir voru taldar stafa af því að aldrei voru bein samskipti milli almennings og stjórnvalda þegar það var verið að koma þessum ákvörðum í gang. Heldur fór þetta allt í gegnum fjölmiðla og það gefur til kynna hversu mikilvægt það að ýta ekki undir neikvæðar staðalímyndir þar sem að það gæti bitnað á ákveðnum dýrategundum. Og ein rannsókn sem ég vil minnast rétt svo á ræðir það þegar kunnuglegir söguþræðir virðast vera notaðir sem grunnur viðbragðsáætlana gegn ákveðnu dýrategund. Ein rannsókn nefndi þetta The Jaws Effect eða áhrif Jaws vegna hliðstæðunar í myndinni og ákvörðun pólitíkusa þegar mannfólk og hákarlar reka saman. Eins og þið flest muni þá snerist myndin þegar það var stakur hákarl fór að ráðast á fjölda fólks og leiddi til þess að yfirvöld kölluðu eftir veiðar á dýrinu. Myndin kallaði fram mikla hræðslu meðal almennings og margir þorðu ekki að fara út í sjóinn eftir að myndin var gefin út árið 1975. Vísindamenn hafa flestir samþykkt að þessi mynd tafði framfæri í verndun hákarla meir en einhver önnur mynd eða bók. Eftir að það hefði komið upp nokkur dæmi hákarlaárásir heimtaði almenningur að þessi hákarl væri drepinn. Þetta leiddi til þess að vestur-ástralsk yfirvöld gáfu út leyfi til að finna og drepa hákarlinn. Enn fremur sásta fólk fór að minnast á Jaws þegar það fór að ræða við fjölmiðla. Þrátt fyrir þau náðu ekki að veiða þennan hákarl þá ákveðu yfirvöld að gera þetta viðbragðsáætlun ef að eitthvað slík árás skeiði aftur sem gerðist þrisvar og í hvert skipti þá ákveðu þau að fara og reyna að veiða þennan staka hákarl.
Líffræðingar reyndu að mæla gegn þessum aðgerðum og reyndu að telja fólk trú að þetta væri ekki eðlileg hegðun dýrsins, en ríkisstjórn hlustaði ekki á vísindaleg rök og héldu áfram að drepa staka hákarla. Öll þessi dæmi endurspegla viðbrögð stjórnvalda og almennings í myndinni, en það er þó engin sönnunargögn að þeir voru að herma eftir myndinni. En það er hins vegar mikilvægt að sýna almenningi úr stjórnvöldum að það eru aðrar leiðir að tækla hákarlaárásir, aðrar en þær sem eru notaðar til að selja bíómyndir. Hins vegar núna 4 áratugum eftir að Jaws kom út, þá hafa margir fjölmiðlar reynt að taka sig á og breyta viðhorfi almennings á hákarlum. Til dæmis má nefna að lagt hefur verið til að leggja niður hugtakið shark attack eða hákarlaárásir, þar sem að þetta hugtak hefur líka verið notað þegar hákarlar og manneskjur koma ekki einu sinni í snertingu við hvort annað. Einnig hafa nýjir heimildaþættir átt þátt í að breyta hugafari fólks, þar sem að þeir hafa verið að ræða stöðu hákarlastofna og hversu mikla hættu þeir eru í. Niðurstöður úr könnunum sýndi fram á það að fólk var farið að skilja hversu áreiðandi það var að vernda hákarla og sýndu miklu meiri vilja til að gera eitthvað í því. Ok, þá bara skipti ég svona. En nú vil ég ræða aðeins eina gerð af fjölmiðlum sem við verðum mörg vör við, sérstaklega á samfélagsmiðlum, og það eru myndbrot. Mikið eru myndbrot sem ná ofsa vinsældum. Dæmi þetta má nefna myndbrot á síðunni YouTube af köttum að spila píanóið eða kolkrabba sem halda á kókosnetum. Þessi myndbrot eru aðgengileg og safna saman gríðarlega mörgum áhorfendum. Þetta aðgengi fyrir fólk allan heim að hlaða inn myndböndum gefur almenningi möguleikann á að koma í kynni við framandi dýr sem að það hefur kannski ekki í kringum sig. Dæmi eitt myndbrot sem náði vinsældum kom út árið 2009 á YouTube og sýndi einstakling kitla letilóruna sína eða slow loris sem að hann hafði sem gæludýr. Nærri 15 milljón manns höfðu horft á þetta myndbrot árið 2012 og myndskeiðið hafði dreifst yfir á marga aðra samfélagsmiðla. Það var alveg sérstaklega athyglisvert því að í athugasemdum þá voru 1 af hverju 10 sem tjáðu sig að þau vildu letilóru sem gæludýr. Og það sem enn fremur ýtti undir þetta var að frægir einstaklingar dreifðu því og tjáðu sig að þeir væru líka til í letilóru sem gæludýr. Kaup á villtum letilórum er talin ein af helstu ógnum stofnsins sem fer sífækkandi og rannsóknir hafa leitt í ljós að þetta myndbrot hefur aukið eftirspurn og sölu á letilórum. Árið 2012 birti sami einstaklingur nýtt myndbrot af letilórunni sinna að borða hrísgrjón og fræddi áhorfenda sína dýrabúðir og netverslunar í Japan sem þau gætu farið og keypt sér eina. Hins vegar, þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar sem þessi myndbrot geta haft þá er líka dæmi þar sem þau hafa verið aðstoða aðgerð til dýraverndunar. Þau hafa meðal annars verið notuð til að kanna tíðindi kappveiða á villidýrum í Brasilíu þar sem að slíkar veiðar eru bannaðar. Þessar upplýsingar munu hjálpa að tileinka strangari reglu varðandi veiði. Annað dæmi má sjá þegar að myndbrot sem sýndi dána höfrunga sem voru fastir í neti ætlað túnfiski árið 1988. Í kjölfar á þessu urðu mikil mótmæli við því að eitthvað væri gert og fór almenningur að sniðganga túnfisk sem setti höfrunga í hættu. Túnfiskframleiðendur ákveðu því að breyta veiðiaðferðir og byrjuðu að markaðssetja dolphin-friendly túna og rannsóknir sýndu að dánartíðni höfrunga minnkaði frá 500.000 einstaklingum niður í 10.000 á 10 árum. Vegna þess hversu aðgengilega og venjulega hnitmiðin þessi myndbrot eru, geta þau verið notuð til þess að miðla upplýsingum til stóran markhóps sem hefur svo möguleikann á að þrýsta undir lagabreytingar. En þrátt fyrir að með öllu þessum fyrrnefndu dæmum er ekki hægt að segja að fjölmiðlar hafa bein áhrif á aðgerðir til dýraverndar, en það er ekki hægt að neita því að þessi tveir hlutir eru tengdir. Með því að taka til greina tilviljun og eftirtekt getur það hjálpað okkur að skilja hvað veldur almannaviðbrögðum og hvað við getum gert til að umbreyta slíkum hegðunum. Þó að það sé svo sannarlega þörf á áframhaldandi rannsóknum, þá höfða fjölmiðlar til víðan markhóps. Þrátt fyrir að fjölmiðlar eru ekki bjargvættur náttúrunnar, þá er samt möguleiki að nota það sem náttúruverndartól
til þess að miðla mikilvægum málefnum í gegnum heillandi karaktera í því skyni að auka vitund dýra- og náttúruvernd og framkvæma jákvæða virkni. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Ég gerir ráð fyrir að þið viljið gjarnan ræða þetta málefni eitthvað frekar. Ég við með merki og ég kem með hljóðnema til ykkar. Enginn? Já, þakka þér fyrir. Þetta var mjög áhugavert yfirlit, en getur nefnt dæmi svona einhverja góða herferð í sko nær okkur hérna á Íslandi til dæmis, eða eitthvað sem tengist okkar svona? Nei, ég held að ég viti ekki neitt á Íslandi alveg sérstaklega. Það náttúrulega búið að vera manngerfa mikið af dýrum og ég meina mikið refur gott dæmi það. Þegar maður fer og leitar af refum á netinu þá kemur bara upp mikið refur og án þess að fá eitthvað staðfestingu á það þá elst maður upp við góða ímynd af þessum dýrum og vill því vernda þau meðal annars. En ég fór akkurat að leita að þessu og sérstaklega í varðandi máva og því að það svo slæm sýn á þá í dag og ég held að þeir myndu alveg sérstaklega hafa gott að því að fá eitthvað svona herferð, held ég. En annars veit ég ekki neitt eitthvað nær okkur því miður. Rannveig og Krummi höfðu engin áhrif. Gamla daga. Takk fyrir þetta, Rakel. Ég ætla bara kannski að halda áfram það sem Kristín segja. Ég held að sé mjög mikil ástæða til þess að einmitt kanna þessi mál hérna heima. Líka sérstaklega vegna þess að samfélagsmiðlar eru kannski að fara svolítið hratt. Það eru miklar framfarir í því og þeir hafa kannski svolítið farið fram hjá okkur gamla fólkinu. En það eru dæmi það að fólk hefur verið með villt dýr í haldi í samfélagsmiðlum hérna á Íslandi og það er kannski ástæða til þess einmitt að fara í einhvers konar herferðir. Ertu með einhverja hugmyndir? Nú ert þú að fara í framhaldsnám. Heldur að þitt nám muni tengjast því eitthvað að nota fjölmiðla til dýraverndunar? Eða heldur að sé tækifæri til þess hérna heima? Klárlega. Það er ekki spurning það og því að núna heldur fólk, mér finnst mikilvægt líka bara að fræða almenningum, til dæmis þegar þau sjá eins og þau halda særð dýr eða týnda andarunga eða eitthvað slíkt, þá eiga þau til að taka þá heim. Og mér finnst mikilvægt að fræða þá til dæmis það að bara líklegast móðurinn einhvers staðar þarna nálægt og leyfa náttúrunni bara að sjá sig. Og já, ég væri rosalega til í að halda áfram þessum rannsóknum því að mér finnst að dýraverndunar herferðir þurfa að aðlagast breyttum tímum og þetta klárlega eitthvað sem við þurfum að gera. Góðan daginn. Góðan daginn. Arndís heiti ég, kemur frá félaginu Villikettir. Mér langar kannski að benda á það hefur mikið breyst varðandi villiketti viðhorf almennings á Íslandi undanfarin ár. Félagið er 4 ára gamalt og þegar við byrjuðum þá voru allir villikettir bara rétt drepnir, máttu skjóta á færi og það hefur mikið breyst undanfarin ár og við erum búin að vera að reyna að berjast fyrir tilveru rétt villikatta á Íslandi. Við notum aðferð sem heitir TNR, að fanga, gelda og skila, af því við teljum að kettinir hafi rétt til lífs eins og önnur dýr sem að fæðast úti. Þannig að við allavega sjáum mikla breytingu á viðhorfi fólks, allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er kannski aðeins öðruvísi ennþá út af landi því miður þá er ennþá verið að skjóta dýr þar þó að það sé ólöglegt. Þannig að við erum allavega að reyna að bæta þannig ímynd villikatta að þeir fá að lifa eins og önnur dýr. Klárlega, mér finnst mjög mikilvægt það sem þið eru að gera. Ég akkurat elti ykkur á Snapchat og mér finnst þetta frábært út því að núna það fyrst sem ég hugsa þegar ég sé villiketti að hafa samband við ykkur og það akkurat stuðlar undir þá að fækka villikettum á Íslandi og eins og þú segir að nota þessa TNR aðferð
og sama með það sem Kattholt gerði, ég með Katarsjans á netinu, þetta rataði í fjölmiðla út allan heim og þá var meiri eftirspurn eftir að ættleiða ketti sem að ég vona að fari vel með þá. En já, þannig að þetta er æðisleg leið til að auka vitund alls konar dýr og bara takk fyrir það sem þú gerir. Takk Rakel, Ólafur heiti ég. Tengslu þessu umræðu þannig núna þá kettina. Sem inntak þitt það svona mannúðleg meðferð á dýrum eða þá það sem við köllum náttúruvernd. Kettir eru þá gott dæmi framandi ágenga tegund sem að líkt og minkurinn sem þetta ekki hluti á okkar náttúrulega umhverfi þannig að séð. Og varðandi villikettina hljóta markmið okkar að vera að fækka þeim íslenski náttúru, ekki viðhalda þeim. Þannig að hver eins og ég skildi inntaki í þínu erindi þá snerist það verndstofna og búsvæða. En já, takk fyrir. Ég alveg samanlegaður með það að kettir eru ágengustu tegundur heims og hafa ollið útrýmingu á mörgum tegundum. En með því til dæmis að vekja athygli fólks á því að við erum með svona ofboðslega marga villiketti sem ég til dæmis vissi ekki fyrr en ég akkurat addaði þessum afsaki slæma íslensku á addaði villikettum á Snapchat og það sem þau gera er að taka villiketti allavega mjög marga af götunum og taka þau heim til sín og ef þau geta þá senda þau í ættleiðingu. En ég alveg með því að vernda náttúruleg búsvæði og okkar náttúru og til dæmis með minkinn og svona þá mikilvægt líka að fræða fólk hvaða áhrif þau hafa á okkar náttúru til dæmis og það þarf ekkert endilega að vera slæmur hlutur, það bara fólk. Já. Nákvæmlega. Akkurat, það æðislegt fyrir vistkerfið okkar líka. Þannig að svaraði það spurningunni. Ævi. Já, Guðjón Jónsson heiti ég. Mér finnst fjölmiðlar á Íslandi vera dálítið forpokaðir. Þeir sinna oft illa og kannski alls ekki sömu málum. Og þá eru sérstaklega til dæmis vegna dýraverndar sjónarmiða. Mér varð dálítið brugðið núna á dögunum, þá gekk ég í annað skipti fram á dýraboga innan Lögsagnarumdæmis Mosfellsbæjar. Og að þessu sinni var þetta alveg hræðilegt. Þarna var vesalings-dýrið, dragúldið. Það hafa liðið einhverja vikur frá því að boginn var spenntur og veiðimaðurinn yfirgaf veiðuslóðina. Þetta harðbannað með hliðsjón af lögum dýravernd og dýraveiðar. Og ég veit satt að segja ekki hvernig á að koma svona fróðleik áfram. Ég ætla að reyna að skrifa í Héraðsfréttablaðið en hvort að fara eitthvað lengra til viðkomandi aðila, ég hef ekki hugmynd það. En mér langar til að þakka fyrir fróðlegt erindi. Takk fyrir. Já, það æðislegt hjá þér að vilja tjá þig þetta og ég hvet þig að setja þetta á Facebook þar sem fólk hefur möguleikan á að deila þessu og fleiri lesa þetta og því að þetta eitthvað sem að myndi þá skapa reiði í almenningnum og það það sem að drífur oft dýraverndun aðgerðir áfram. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Ef ekki, þá bara þakka ykkur aftur kærlega fyrir komuna og þakka þér innilega fyrir erindið. Takk fyrir. Óska ykkur gleðilegra páska.